Endilega fá mig til að segja smá sögur frá Grænlandi. Það var eftir 3 ára sem hann bauði þetta fram. En þegar ég var að fljúga á Vækant í gamla daga, þá eða biluðu radjótækin og maður kallaði á breskan spesílist og þá spurði hann alltaf Did you try to kick it? Og sparkaði tækin þetta heila út í dag. Ég var eins og að biðja Jón að þegar ég fer að hiksta og gleyma því sem ég ætlaði að mannanöfnum eða jafnvel staðanöfnum, að þá bara sparki í mig, það getur alveg hrökkið þá í saman. Ég gerir það ósvöld. Mennir komnar og nýra þess aftur. En ég ætla að byrja með því að nefna aðeins hérna þetta kort. Þetta gert af Dr. Lóu Kokk á sínum tíma. Geographic Institute. Hann gaf mér þetta kort 1992. Eftir að hafa farið við fórum á Katalínumót til Pírlands. Alveg nyrsta landjarðar er það nú. Og þetta svæði hér, þetta er svæði sem við flugum mikið á í skíðafluginu á Þristinum. Og svo flugum við líka mikið á Katalínumótum. Þetta er sem sagt Skoreppisund, ég þarf nú sennilega að lýsa því hvað það er, þið þekkið þetta. Skoreppisund er geysilega fallegur og mikill fjörður. Síkinn 100 kílómetra langur og skýrður af, nefndur í höfuðið á William Scorrepy, breskum presti, leiðangursmanni og vísindamanni sem að fór með föður sínum lengst allra skipa árið 1906, þetta hefði verið, norður á 81,5 gráðu. Nóttu stórmerkilegt og það var skipið Resolution. Nú þessi William Scorrepy, hann tók við í skipi 1911 og fór sína síðustu ferð til Grænlands til að kanna þetta svæði. Leið til 72,5 norður og dó 1857. Nú það kemur mikið við sögu þetta svæði. Síðan er það Clavering-eyjan, hérna. Hér er Danneborg. Það sem danski herinn er ennþá með sleðarfall og bæðustöð. Hérna er Sandoddi sem er mjög frægur staður vegna þess að þar fundust síðustu eskimóarnir á Austur-Grænlandi árið 1830 og það var kapteinn Clavering sem að ég stýrið eftir. Hann var hér á ferð til 30 og fann 6 eskimóa í tjaldi. Og þeir voru algjörir villimenn en meinlausir sá hann. En hann gaf ekki tala við þá og þeir náttúrulega gátu engan veginn hjá sig. En byggu þarna í skinntjaldi og Clavering tók einnir og þóðan til að sjá litarháttinn. Og síðan leyfði honum að skjóta úr byssu sem hann var með og leið og skoti reiða, þá hlupu þeir allir út í fjalla og sáust aldrei meir. Og það voru síðustu eskimóarnir sem hafa sést á Austur-Grænlandi þangað til að Danir fluttu 75 frá Ammarsavík til Skorepisundi að það tópinn hafði það 1925. Og það var vegna þess að í Ammarsavík sem hafði 1886 fannst byggðin við Ammarsavík og þá byggu þar 416 íbúar. Síðan þegar Danirnir fóru að ausa í þá gæðum þess tíma þá fjölgaði þeim svo ört að árið 1925 þá voru orðið 1500 og þá tókur upp á því að flytja þá hingað norður til Skorepisundi og þeim hefur fjölgað þar síðan. Nú og síðan eru staðir hér norður frá eins og hérna á Danmarkshavn þar sem að leiðangur Julius Eriksen hann dvaldi hér og þremenningarnir Eriksen, Brönnlund og Hagen voru 3 fórust allir. Þeir urðu út einhvers staðar hér norður í Independence-firði eða Danmarksfirði og fundust aldrei. Þangað fóru oft með Dr. Lóu Kokk og hann vildi reyna að leita hvort hann sæi einhvers staðar vörður
og við flugum, það var skemmtilegt flug vegna þess að hann lét okkur fljúga alveg niður jörð. Gamli, Einar Mikkelsen, hann flög með okkur til Skóreykjasunds 1962 held ég að verið. Ég fór með hann á skíðavélinu þangað, þá var hann að kveðja vini sína frá 1925. Þá var hann kjörgamall maður og þá var þessi að gamla fólk þetta. Nú hérna á ströndinni fullt af smá kofum sem eru svona veiðikofar og hérna björgunarskýli fyrir þá sem eru á langferðum þetta svæði. Þetta er geysilega fallegt svæði, bæði af vetrarlagi og sumarlagi. Ég hef verið hér mikið bæði vetrar og sumar. Þetta er ógleymanlegt að vera þarna. En það sem ég ætla að tala frekar var það sem skeiði hér í síðasta stríði. Sú vitneskja þetta er eiginlega gleymd saga vegna þess að það var lítið þetta skrifa og lítið tala hér 1943. En ég man eftir þegar ég var að fljúga hér 1943 þá hitti ég Ameríkana sem sagði mér að Bernd Bakken, norski flugmaður sem flög með Admiral Peary Admiral Byrd á Suðurpólinn. Hann hafði komið hingað og bombarderað Þjóðverjana. Jæja, en við skulum þá byrja á byrjuninni. Þegar Þjóðverjarnir hertóku Danmörku 9. apríl 1940 þá slitnaði sambandið við nýlendunum í norðri. Og þó að Danirnir, bæði konungur og ríkisstjórn hvettu þjóðina til þess að hætta allri mótspyrnu sem ekki þýtt neitt annað heldur en mikið mannfall og eignatjón, þá voru samt menn hérna norðurfrá sem ekki vildu gefast upp. Og landstjóri á Grænlandi 1940 bjó í Gottorp og hann hét Eske Brún. Þegar hann fékk skeytið það að Danmörk hefði verið hernuminn, þá náttúrulega var vá fyrir dyrum vegna þess að Danirnir höfðu náttúrulega komið með vistir og annars alla flutning til Grænlands og hvað myndi nú taka við þegar Danmörk var komin undir játnhæli Þjóðverjana. Svoleiðis að þegar hann fór að fá skeyti hvert á fætur öðru frá í gegnum Portúgal til Grænlands hvernig hann ætti að haga sér, hvað hann átti að gera, þá gaf hann grattan í það og hugsaði sem svo öll fyrirmæli frá Danmörku eru frá þýska hernum og ég hlusti ekki á það. Og þar var hann gáfaður. Hann ákvað því upp á eigin ábyrgð vegna þess í stjórnarskrá Grænlands stóð það þar að ef slitnaði sambandið milli móðurlandsins og Grænlands að þá bæri landstjóranum að sjá fyrst og fremst öryggi og hag lands og þjóðar. Og Eske Brún tók það upp á eigin ábyrgð að hafa samband við bandaríska herinn og sagði við háttsetta menn þar að hann hefði verulegar áhyggjur fyrst og fremst af flutningunum til þess að koma birgðum til þessara stöðva sem hér voru og sérstaklega hafði hann áhyggjur af austurströndinni sem var svo til óbyggð. Eina byggðin var Ammassalik fjörðurinn og svo nokkrar hræður hér í Skóreykjasundi. Norður frá, alveg norður úr, voru aðeins 27 menn 1940 og af því voru 12 veiðimenn. Hitt voru loftskeytamenn og alls konar hjálparmenn. Og Eske Brún talaði við háttsettamenn í hernum og bað að þeir sendu flugvélar öðru hverju til þess að líta á ströndina hvert að Þjóðverjar hefðu komið og tekið sér slagmálfesti. Og þetta töldu Bandaríkjamenn vera náttúrulega eiginlega útilokað yfir háveturinn
En lofuðu því að höfðu góð orðum að strax á vori, næsta vor, þá myndu þeir fljúga norður við ströndinni, en lögðu fyrir Eskibrún að kalla alla menn sem voru fyrir norðan Skoripisund, kalla þá alla hingað suður. Til þess að þegar flugvélarnar færu norður úr, ef að til yrðu varið við menn, þá væri sem aðra að ræða heldur en flugáhöfn í nauð eða frá Þjóðverja. Þetta var svolítið loðin loforð hjá Bandaríkjamönnum fyrst í stað. Þannig að Eskibrún, hann ákveður að leggja fram nýja tillögu mitt sumar 1940 og stingur upp á því að það verði stofnað 2 sveitir manna, aðeins 15 menn, þetta var mjög margmenni að spila, til þess að annast gæslu strandarinnar yfir vetrarmánuðina, minnstakosti. Því að Bandaríkjamenn hefðu þá kannski tök á að fljúga það yfir sumarmánuðina. Og það var gengið frá þessu og það er stofnað sem sagt þetta sleðapatról og ákveðið að það voru nokkrir menn hér í Skoripissundi en að hafa 8 menn hérna á LA í Kong Óskarsfirði og 7 menn norður á Eskimónes hérna. Og þeir áttu að vera með 3 eða 5 hundaæti, 9 hundar fyrir hver eldi og þeir áttu að fara hér vítt og breitt um ströndina til þess að fylgjast með. Þetta gekk ágætlega því að Eskibrún var byrjaður að áður heldur að þetta var ákveðið, þá var hann búinn að kalla, samkvæmt ósk Bandaríkjamanna, kalla allt liðið hingað suður. Þar á meðal voru 3 menn, ég held ég muni nöfnin á þeim. Það var Íbjörn Pásen, hét aðalmaðurinn, Kurt Olsen og Marius Jensen. Það voru þessi 3 menn, þeir voru allir, höfðu verið hér norður á 77 gráðum, voru í leiðangri Egils Knúts í Greifa. Þeir hefðu verið þar, 2 þeirra, Marius Jensen og Íbjörn Pásen, sem koma mjög mikið í þessu sögu, þeir hefðu verið hér í 4 ár. En voru svo óheppnir að þeir voru suður í Danmörku þegar landið var hertekið, 1940. Þeir fóru til Knúts Greifa og báðu hann í öllum guðanna bænum að koma með sér til yfirmanna þýska hersins og fá leyfi til þess að fara aftur norður eftir. Því að þeir, Íbjörn Pásen var lofsýtamaður og Kurt Olsen líka, þeir voru báðir lofsýtamenn. Og þeir vildu fara burt frá þessu hertekna landi. Þeir gátu ekki hugsað sér að vera þar og ungir helvítið hraustir menn. Og þeir fóru með Knút í Greifa á fund Þjóðverjanna og sögðu að þeir vildu fara upp til Grænlands hingað til þess að halda áfram að senda bæði þýskum og breskum hernaðaraðilum og sjómönnum veðurfréttir. Þá voru veðurfréttirnar sendar hér frá 4 stöðum, frá Knút í Greifa, frá Eskimónes, frá Mosquito Bay sem hér og frá LA, allt á alþjóðlegum bylgjum sem allir gátu nýtt sér. Þjóðverjarnir sögðu strax við Knút Greifa og þremenningana að þeir eru ekkert á móti því að þeir fengi að fara norður eftir, en þeir yrðu að loka fyrir alþjóðabylgjuna og þeir yrðu að senda veðurfréttir til þýska hersins á leynilegu dulmáli sem hann myndi afhenda í lýsingar. Danirnir voru fljótir að gleypa við þessu og náttúrulega þessu aldrei að efna það. Og þeir gengu sér á þetta að fara til Grænlands með þennan dulmálslykil og senda þýska hernum veðurfréttir. Og leiðin kom. Síðan sigla þeir frá Kaupmannahöfn og fóru yfir til Álasund, yfir til Svíþjóðar, þar til Álasunds og frá Álasundi þar tóku þeir norskan selfangara og
sigldu upp til Tromsø og þaðan létu þau í haf. Og þetta var í ágústmánuði 1940. Þegar þeir koma að ísröndinni rétt fyrir norðan Langanes, þá verður á vegi þeirra herskip, lítið herskip, norskur fallbyssubátur og á honum var bresk áhöfn og einhverjir Norðmenn líka. Og þeir eru stöðvanir og þeir fengu allir sjokk. Héldu nú væri sögun að koma til Grænlands. En þarna voru menn sem skildu hvort annan, Norðmennirnir og Danirnir. Og þeir gátu samfellt herskipsmennum þar að þeir væru að fara til þess að senda þeim veðurfréttir. Og þeir myndu þakkaði því. Þeir myndu koma það vel. Sérstaklega eftir að Rússarnir voru komin í stríðið og þegar var farið að sigla með skipalestirnar norður fyrir Ísland og norður fyrir Noreg. Þá þeir sigldu eingöngu í skammdeginu. Og svo þegar konvóis til Múrmansk fóru alls ekki á sumrin eða vorin, því að þá var alveg björt nótt. Og þá hefði Þjóðverjarnir getað sökkt þeim alveg unnvörpum fyrir norðan Noreg. Og þeir sem sagt sluppu þarna í land á Austur-Grænlandi á Selfanguröldum, hann fór tilbaka, en þremenningarnir, Poulsen, Kurt Olsen og Marius Jensen ætluðu að fara norður til 77 gráður þar sem þeirra bækistur var en komust ekki vegna ísa. Svo þeir urðu eftir hérna í Eskimónes sem var loftslagsstöðin. Þegar aftur Eskibrún gefur fyrirskipun að kalla alla suður, þá fóru þeir með. Og þeir urðu 3 sleðapatrónsmenn hér á Eskimónes alveg frá byrjun. Þessir veiðimenn sem voru hér á ströndinni, þeir voru 12 þarna fyrst 1940. Þeir hefur cirka 60 fermílna svæði hvert fyrir sig. Þetta voru mikið Norðmenn. Og einn það sem kemur við sögu, hann var hér lengi á Eskimónes. Hann var Norðmaður, hét Henry Ruddy og frægur fyrir ísbjarnardrap og mikill stytta. Nú, þeir eru sem sagt búin að búa sig hér á Eskimónes og í LA með sína riffla til veiða og biðu þess að geta farið sleðaleiðangra strax þegar birti í endan á febrúar. Og sólin gengur undir þarna Eskimónes í októberlok og kemur ekki aftur fyrir í febrúarlok upp fyrir fjöllin. Þegar þeir eru búin að búa sig hér, Danirnir, þá og ferðar að koma svona ferðahugur í þá, þá var ferðahugur í fleirum. Við skulum þá bregða okkur aðeins suður til Þýskalands. Eftir að Þjóðverjarnir komust að því að Danirnir höfðu svikið sín loforð, sendu ekki aðeins, þeir sendu ekkert einasta orð á þýsku, þetta þýska dölmóðsliklingar, ekkert einasta orð. Og sendu heldur ekki út á sömu bylgjulengd sem áður, þannig að Þjóðverjarnir gátu ekki notfært sér veðurfréttirnar. Þeir sendu þá bandamönnum á þeirra kvóta veðurfréttir. Og þetta þótti Þjóðverjunum gjöfulegt og vildi endilega bæta úr. Og það var að koma upp á daginn að þeir hefðu hugsað sér bæði Gestapo og þýski sjóherinn, flotinn, hefðu ákveðið í að senda leynilega leiðangur til Austur-Grænlands. Og þetta var í byrjun árs 1942. Og það sá maður sem kemur verulega við sögu hér, hann hét Ritter, skipstjóri, hann var austurríkismaður, fæddur í Austurríki
og barðist hjálparhersveitum Austurríkismanna í fyrri heimsstyrjöld. Hann fór með greifanum á Monaco til Spitsbergen 1913 og heillaðist af norðrinu og hét því þá að hann myndi fara til heimskautasvæðanna aftur hvenær sem tækifæri býðist. Hann kom svo 1900, hann fyrst hafði hann verið hvalveiðir í Suðurfjörðum, það mikill ævintýramaður. Og hann 1931 þá flytur hann til Spitsbergen og eitt ár var konan hans með honum. Og hann var svo yfir sig hrifinn af kyrrðinni, víðáttunni og fegurðinni að hann gat ekki hugsað sér að fara þaðan aftur. En svo kom að hann í 1946 þá kom hann til Austurríkis aftur. Hann var þýsku nælandir náttúrulega, Austurríkismaður. En 1918 með Versailles-samningnum þá var sá hluti Austurríkis innlimaður í Tékkóslóvakíu. Þannig að Ritter var orðinn Tékki 1918. Og hann var það, hann var tékkneskur borgari þangað til 1938 að Hitler réðst inn í Tékkóslóvakíu og til Súdetahéruðin eða hvað það hét. Og þá var Ritter aftur orðinn Þjóðverji og honum snarlega svingaði inn í herinn. Og hann fór í flotann með tilliti til fyrri reynslu. Hann var sendur á skipi í byrjun stríðsins til að sigla til baltísku landana og alveg austur áhrifasvæði Rússland og lenti þar í helvítis hremmingum. Síðan vildu Þjóðverjar senda 2 skip til Japans. Það var snemma árs við 42. Þessi skip lögðu upp frá Saint-Lazare í Frakklandi, vestur Frakklandi. Annað þeirra Ritter var skipstjóri á öðru. Hitt skipið var strax skotið niður af breska flugherrum og þá var Ritter kallaður tilbaka. Og þá er honum sagt að það standi til að senda leynilegan leiðangur til Grænlands til þess að flytja þangað veðurfræðinga og lofsýtamenn og alls konar tæknifræðinga til þess að koma upp veðurfræðingar. Og þetta verði vopnuðu sveit og velvopnuð. Og Ritter, guðslifandi feginn, heyrði Grænlandin, hann vildi ólumur fara það, en hafði þó bílirnar áhyggjur af sinni familju og hafði giftur átti dóttir, unga dóttir og hugsaði með sér ef hann breyttist trúnaði að það myndi þau fá að kenna því. En Gestapo hafði svolítið auga með honum vegna þess að hann var ekki hreinræktaður Þjóðverji. Og þeir höfðu svona auga með honum og hann vissi það. Síðan, til að gera þetta gjófla, þá leggur þessi togari sem hét Saxen. Þrælvopnaður með 19 manna á og Ritter skipstjóri. Hann leggur upp frá Kiel, siglir austur með dönsku eyjunum, upp Eyrasund, frá Kaupmannahöfn og upp til Álasunds og Tromsø. Og þegar hann kemur til Tromsø, þá stoppar hann þar smá tíma, nokkra daga vegna þess að yfir veðurfræðingurinn Dr. Weiss, hann hafði ákveðið, þeir eru ákveðið að hann færi í Focke-Wulf með flugvél til austurstrandi Grænlands til þess að kanna ísalög áður en þangað kæmi. Þegar Dr. Weiss kemur tilbaka þá segir hann í Danmark, á LA sást engin hreyfing en danski fáninn var við hún á Eskifjarðarnesi. Og þá náttúrulega vissu þeir að það þýddi ekkert að taka land neðst að hérna hefur þeir verið miklu norðar. Þeir leggja svo í haf í byrjun ágúst frá Tromsø og